að spyrja Herdísi að því... Standi ísköld á milli mín og Jóhannu? Nei, ég ætla að spyrja þig siðaregluna. Nú erum við hægt að tala um það. Nei, þetta með að anda ísköldu, það komu 3 spurningar til sitjandi forseta, hvort að andaði ísköldu milli hans og Jóhannu og þau væru komið lúnabólgu. En það spurning hvort að andi ísköldu milli þjóðar og stjórnvalda. Og ég vil leggja áherslun á þetta. Það alltaf stöðugt verið að horfa á þetta samband og það alveg rétt að ef að það skrifun í stjórnarskrá að þá væri sjálfsagt að skoða vald forseta í tengslum við vald Alþingis og kannski með öðrum hættin verið að gera í þeim tillögum sem nú liggja fyrir. En mér finnst áherslurnar vera komnar á allt aðra hluti heldur við ættum að vera að tala núna þegar við höfum þennan stutta tíma til að tala við þjóðina. Sammála. Það hvort að anda ísköldu frá henni til stjórnvalda en ekki hvernig það innbyrðis á milli þeirra. Fyrirgefðu, hver var spurningin? Spurningin var varðandi siðareglur. Varðandi siðareglur, já, ég hef nú sagt það áður að það ágætt ef embættið setur sér siðareglur. Það fínt, en mér finnst meirum vert að það yrðu settar siðareglur það hvernig maður verður forseti. Hvað áttu við með því? Getur útskýrt það? Já, þá ég að tala kosningaferlið sjálft. Það sé til dæmis umfjöllun fjölmiðla. Það allir þeir þættir sem koma að því að fólk geti neytt þess lýðræðislega réttar að verða forsetar. Það fjármagn, til dæmis. Ef það kostar 10 milljóna að verða forseti, að þá það ekki heiglum hent. Að þá getur enginn orðið forseti nema hann hafi stuðning til dæmis stórfyrirtækja. Hvar eiga þessar siðareglur að vera? Hvar eiga þær að vera?